Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá mörgum það sem að gerist í Íran, innrásarstríðið í Íran. Hingað eru komin til þess að ræða stöðuna Anahita, Kjartan Orri og Magnea Magnúsdóttir. Verið velkomin. Takk. Anahita, I'm going to start with you. This is your home country. You've been here before at the Rauðaborð, speaking about, well, your opinions on the clerks and the government in Iran, which you have, well, opposed of in many ways. But you must have so mixed emotions over what's happened over the last days. Yes, definitely. I have so many mixed emotions regarding what's happening right now in Iran. I think the most obvious emotion that I have right now is disappointment, how kind of world reacted to save Iranians. You know, I am the person that was sitting here during the 12-day war in June, opposing whatever that was happening, and I always still believe that there is a way, there is another way, there's a democratic way to topple this regime, to save people, to liberate people. And I think what happened the end of December and January was the biggest movement that Iranian could do to liberate themselves. It got to a point that you're talking about the student movement. Not just the student movement. It started with the strike, you know, and then, of course, millions of people went on the street. And it was in the moment that we were 100% sure this is the end. There's no way that the government can get out of this unless they start killing people. And they started killing people. And we are talking about minimum number of 60,000 people died in 2 days. And we know for a fact that this number goes up to 100,000 and even more. We're not talking about those people who never got themselves to the hospital because they know that that's just like the end for them. We're not talking about those mass graves. We're not talking about the people who are still being executed in the prisons because they don't know what to do with like all of these numbers of people who are in the prison. We're not talking about those who attended suicide because of the mass rape that was going on. This was the brutality. So the government literally showed that I rather kill everyone, but not give away the power. And this is what we also see when there was a possibility of negotiation, you know, however unfair it was from outside. Khamenei made it really clear that I'd rather die, but not, you know, surrender. So what is left for people? People in January, we started screaming that it is announced that what happened in Iran in January is a Holocaust. And there is a way to get out of this. There is a way to topple this regime. People like United Nations do something, freeze their assets. I mean, yes, they announced that IRGC now is in a terrorist list, but freeze their assets, just call back your ambassadors, do something. Nobody did. Not even, they didn't do anything, but the UN kind of put Iran as the chair of social development and non-violence and tolerance. Like, is that a joke? It was the same when during the Women Life Freedom, UN put Iran as the head of women's rights. If that is not a slap in the face of Iranians, what is it? And I think Iran, unfortunately, Iranian people and their fight and their revolution is always being lost under this thick shield that Islamic regime has made for themselves, this anti-imperialist, pro-Palestine. They have done all sorts of atrocities, but they've been always tolerated, you know. I'm coming to a more kind of
understanding that is not a happy understanding. I understand what both sides have come from. I understand why West is so angry that their taxpayers' money is being filled into a war against Israel, like occupying or acting the act of genocide against Palestine. And I know why Iranians are tired of their tax money is going to creating more proxies, creating more violence, and something that looks like defending Palestinian people, but it has never been about Palestinian people. It was about gaining more power, gaining more justification of the atrocities. And this understanding that I'm talking about, it's a sad understanding that the more that we are polarized regarding this complex situation of the Middle East, the more we will see war as a solution. I am so sad that the policies that the West has taken regarding this revolution got Iranians to the point that they had to accept the war as the only way that maybe they will be liberated from this Islamic regime. I was born in war. People in Iran are not blinded to the effect of the wars. I think the right questions that everybody can ask themselves is that imagine how horrible the situation in Iran got to the point that we thought Netanyahu will be the lesser of the two evils. Mm-hmm. And I think that is the right way to treat Iranians these days that might be somewhat thankful of this war. And instead of calling them Zionist or calling them stupid for kind of be thankful of this war would be sitting in a privileged seat in a very safe place and having the attitude of like the Trump way that, oh, I'm going to save you even if you don't want it because I know better than you what's good for you. Mm-hmm. Iranians have been silenced for 47 years. We've seen so many different, we've been rising since right after the revolution. Women's revolution started the day after the Islamic regime gained the power and they were forcefully making everybody to wear hijab. This is not something that Israel or America has started. This protest is not a propaganda, And I think when I look at the problem right now, I see why there's so much anger from Iranian people toward the left and pro-Palestine groups, because at one point the whole idea of human rights was lost. Mm-hmm. And it became about, we're going to close our eyes because it doesn't matter what's happening inside Iran, as long as Islamic regime is an anti-imperialist power, as long as they are weakening Israel, we can close our eyes. Mm-hmm. And I think when you start taking that position, you're no longer a human rights activist. You are a politician with a certain agenda. Mm-hmm. And I think this war is a very good test for everyone's moral compass. Mm-hmm. There are things that are happening in Iran that are not, that in the world that are not fit in the boxes and narratives that we have created. And what are you going to do? Are you going to step out of those boxes and narratives and try to see the bigger picture? Or are you going to dismiss that fight because it doesn't match your narrative? Or are you going to shrink them or cut it so you can somehow fit it in the box? Mm-hmm. And I think Iran cannot be fit in any of these boxes,
They have their own challenges, and they do deserve to finally be liberated. And I don't know what is going to happen. I don't know what is the price of this attack of liberation. I am 100% sure that there are high prices to be paid. I just think that I'm not here to talk about what is best for Iranians, because I am living in the safe country in the world. The real people who have chosen to see this war as maybe a chance of liberation, those are the people who maybe decided that to hell with everything, maybe out of the ashes of this war something new will rise again. Maybe that will be our second chance of rebuilding Iran. I can tell you that this is what Iranians see from inside, and I still don't know what's happening from outside, and I would love to hear more about Já, og ég ætla kannski að fá að þýða hérna lauslega. Anahita talaði að það hefði vaknað smá von á meðal Írana allan heim, sér að lagi í Íran þegar að það hófst þessi mikla bylting, stúdendabylting og bara fólkið, almenningur fór út á götur núna í desember, janúar. Það sem gerist að ríkisstjórnin, klerkaveldið, þeir býta tilbaka og myrða tugi þúsunda, eitthvað sem hefur verið, tölur sem hafa verið svona á reiki í vestrænum fjölmiðlum, en það talað tugi, jafnvel 100.000, segir Anahita. Hún talar að þetta sé átakalegt, erfitt, sérstaklega vegna þess hve heimurinn polariseraður, og hún talar svo litið að þetta sé núansaðara heldur en að það sé bara hlið A og hlið B að takast á. Þetta sé fyrir Írani var þetta kannski eina leiðin út, og það sé í rauninni ekki hægt að fordæma það. En á móti kemur að hún veit svo sem lítið hvað framtíðin svona hefur upp á að bjóða fyrir fólk í þessu stríði. Kjartan Orri, við töluðum þetta svolítið hérna í síðustu viku. Við fórum svolítið í þessa núansa og hvernig að við hefðum þessa tendens að leita okkur alltaf af vondakallinum. Og núna stöndum við frammi fyrir því hreinlega að hérna heims vondikallinn, hann réðist inn í Íran, felldi þar leiðtoga, og núna talað jafnvel landhernað og áframhaldandi óöld í rauninni. Þú ert búin að vera að fylgjast með þessu vel, vænti ég? Já, og bara, ég veit ekki hvað maður á að segja í kjölfarið á þessu heldur, sem við erum búin að hlusta á en þetta svolítið staðan sem við vorum að tala náttúrulega, að þú veist, það var einhvern veginn, við vorum að reyna einhvern veginn að sjá einhverjar góða leiðir hérna út úr þessu í síðustu viku, og við fundum það ekkert, og það var erfitt að sjá hvernig þetta myndi fara öðruvísi en allt í skrúna, og nú erum við að sjá þessa stóru innrás sem átt sér stað, og svo þessar hefndaraðgerðir sem hafa verið að eiga sér stað síðan og hafa sett náttúrulega bara í raun mjög margt í uppnám, og svona ég veit ekki hvort að það kemur á óvart eða hvort það kemur einhverjum á óvart þarna, en ég meina náttúrulega þú veist það var vissu allir svo sem að það yrði reynt að taka út æðsta leiðtogann. Þú veist, það var náttúrulega kannski síðustu átök báru þess merki í síðustu sumar hann í 12. stríðinu að það geti verið reynt, og svo fáum við náttúrulega Venezuela í byrjun árs sem að sýnir svona þessar tendens hjá Bandaríkjamönnum að taka út svona efsta manninn, og það tókst núna í Íran að sprengja upp þarna allt hans skrifstofu og heimili og allt svoleið, þannig að hann tekin út, en væntanlega hefur verið búist við því, ef við vitum þess að sem hafa búist við því, og svona þetta írönsk stjórnvöld virðast tóra náttúrulega áfram þótt að sá efsti hafi verið tekin út, þannig að maður spyr sig svona hvernig þetta allt saman eftir að
fara og þau hafa brugðist náttúrulega við með því að setja allt í uppnám í raun, þannig að við Persaflóan sérstaklega og þarna það sem að fólk núna bara inniloka á heimilum sínum í raun öllum Persaflóa ríkjunum og bara skipaflutningar og flugsamgöngur og allt þetta er náttúrulega komið í algjöran baklás sko. Þannig að ég bara, þú veist, við erum ekki svona að reyna kannski smá skilja þess að lógík hjá Bandaríkjamönnum líka, sko, hvað hann að koma inn í þetta og hvað þeir vilja sjá. Ég meina við vorum með mjög óskýr svona óskýran tilgang á þetta fór að stað, það sem hafa búið að tala að berga mótmælendum til dæmis, það hafa búið að tala að taka út stjórnvöld og það hafa búið að tala að taka út eldflauga áætlun Írana. Nú sá ég sést áðan að varnarmálaráðherra Bandaríkjamanna vildi meina að þetta snýrist nú eingöngu og aðalega og bara það sko. Þannig að þú veist sem að ég á eiginlega bara eftir að melta smá sko, því að við talum ekki þegar sko þegar að tónnin hefur verið í Trump sérstaklega svona, þú veist, fólk hefur farið út á göturnar og taka stjórnina. Ég get ekki betur séð en að þetta sé allt annars tónn sem komin núna ef þetta snýst bara einhverjar eldflauga áætlanir og eldflauga sem átti að vera búið að útrýma einhvern tímann á síðasta ári. Akkurat sko, þannig við þar talaðum olíu þetta í þessu samengi, þetta snúist í rauninni sko yfirráð yfir siglingarsvæðum og svo olíuna. Ertu sammála því, Magna, sérðu fyrir þér eitthvað svona, nærða að lesa eitthvað í orð þessara manna, þessara fyrirmanna Bandaríkjanna, hvað þeir eru að reyna? Það náttúrulega eins og Kjartan segir, það erfitt kannski alveg að átta sig raunverulega á ásetningnum, en auðvitað sögulega hefur alltaf verið svona þessi togstreita á milli Írans og svona, hvað maður að segja, þeirra bandamanna sem eru þá Kína og Rússland annars vegar og svo Sádi-Arabíu og annarra Arabaríkja og svo Bandaríkjana og Vesturlanda og hver verði svona eins og heitir hegemon á svæðinu sko og svo náttúrulega ef við lítum bara aftur til valdatíðar Trumps alveg frá því að hann komst til valda að það var náttúrulega alveg tekið eftir því að fyrsta heimsóknin hans 2017 fyrir þarna, eins og segir, rúmlega 10 árin síðan. Á fyrra kjörtímabilinu var til Sádi-Arabíu, hann fer svo til Ísrael og fyrsta heimsóknin til Evrópu var til Póllands og það sem hefur gerst á þessum tíma er dálítið svona í raun að veru, ef við hugsum einmitt út frá eins og þú ert að segja viðskiptunum og höfnunum og öllum efnahagslegu hagsmunum, að það hefur náttúrulega komið til sögunar þessi Abrahams-samkomulög sem eru náttúrulega þessi samkomulög til þess að koma aðlum samskiptum á milli Arabaríkja og Ísraels með aðkomu Bandaríkjana, 4 samningar. En svo er það náttúrulega líka þessi efnahagsgátt Indlands, Miðausturland og Evrópu sem kom til söguna 2023 og í raun og veru gengur út á það að vera ansvar við beltabraut Kína, þar sem eru 150 ríki í, 75% íbúa jarðarinnar eru þar innanum og þetta er svona 50% öllum þjóðarframleiðslu heimsins og það sem að efnahagsgáttin gerir, að hún er svona ansvar við þetta, hún náttúrulega tengir Indland í gegnum Miðausturlöndin til Evrópu, styttir þarna tíman 40%, þú þarft ekki að fara í gegnum reyða eins mikið á Súezskurðinn og þvílíkt og þetta er líka eitthvað 50% þjóðarframleiðslunni en færri íbúa reyndar, eitthvað 40%. En maður sér alveg fyrir sér að í og með og þú veist, út af því að í efnahagsgáttinni þá eru Sádi-Arabía, Sameinaðu arabísku furstadæmin og fleiri ríki og inntil þeir náttúrulega samkeppni alltaf í Kína og Kína er reynda bæði með Sádi-Arabíu og Íran innanborðs. En mér sé þetta stundum í þessu að það er verið að reyna algjörlega að svona skapa sér rosalega bara í raun og veru eins og hálfgerð stöðu
koma að segja, hálfgerst heimsveldi þarna. Ég meina allar herstöðu Bandaríkjamanna sína náttúrulega hvað þetta er mikið að svæði. Ísrael hefur alltaf verið sko mest auðvitað bandamæðurinn en núna það auðvitað Araparíkin fyrir utan Íran og þeirra staðgengla sem að þeir eru meira og minna búin að jaðarsetja, Hezbollah og aðstæður í Sýrlandi eru orðnar allt öðruvísi og Hambúla með Hamas. Þannig að það á bara eftir að gefa Íran róttökið og í raun og veru þetta getur komið fram með svipað og gerðir, ég menna í Írak, þar var olía en þar átti náttúrulega að koma vondakallinu Saddam Hussein frá. Þarna það klerkastjórnin og maður skilur alveg fólk í Íran fagni vegna þess að þeir stjórna með heraga og bara drepa fólk og það gerði líka Assad í Sýrlandi og ég menna Saddam Hussein var náttúrulega líka eins en það auðvitað, en þetta er gert, þetta er alltaf með þessum hætti en það eru rosalega miklir sko efnahagslegir hagsmunir að baki og efnahagsleg bandalög sem sagt annars vegar á milli þá Bandaríkin og Vesturlanda og hins vegar milli Kína og Rússlands það sem að Íran og Sádi-Arabi eru svona lykilbreyturnar þarna, myndi ég segja. Þannig að ég veit ekki, svo náttúrulega líka getgátur það að ég held ennþá þetta sé ennþá hluti af þessu hugmyndum Trumps hans sem svona friðar maður friðarins og hann ætla bara að koma á friði með þessu hervaldi og ef hann næra skiptum stjórn í Íran sem verður þá velviljaðri Bandaríkjunum og Vesturlöndum þá náttúrulega stendur hann uppi með pálmann í höndunum í raun og veru sko. Ég sé það eru hérna nýjustu fréttir I have the live Iran News Al Jazeera here now the newest is that the Iranian commander vows to bomb Cyprus to force US aircraft. If that happens, what would that mean for Europe? That's huge actually and people have spoken about this because the way that Iran has been answering back there have been bombs in Saudi Arabia and Dubai and are you scared of what will happen if they answer if they continue answering if they do as they say they will bomb Cyprus, they will bomb the US army channels all around that means that the European Union would step in and so on. Well, I mean, like being scared is I don't know what to be scared of. At this point, I don't know. I think I hope this war ends as soon as possible. And I cannot hide my happiness of the supreme leader of Iran's death and all those all the monsters around him are down. Does it mean that I am happy about the war, or does it mean that I'm not scared of the destruction that is happening? I wish this to be ended as soon as possible, But Iran, all of these years, out of the pocket of people, have and selling oil, and of course they have made. They have built a very powerful defensive, military base and weapons. It was never going to be an easy war. It is going to be a messy and destructive war, and I think that's what they're trying to do. As much as I can understand, they are trying to make it really hard for everyone so they can survive. Yes, I am scared that this is just gonna destroy Iran even more. This is going to escalate and more casualties, Can I ask about your family in Iran? Friends and family. Are you able to connect to them in any ways? I am connected to my family. My parents are outside of Iran. They had a flight the night before to arrive, and somehow my sister begged them not to go. And understandably, but there this thing that we say that we have 90 million brothers and sisters. They are
They have been hostage in Iran for 47 years, and now they're being bombed, you know. I am worried. I still, from the massacre that happened in January, I don't know where my friends are. So many of them are missing, and maybe we will never find them. Right now that I'm talking to you, they stopped taking care of the prisoners. More than 100,000 protesters are now in prisons, and nobody's giving them water and food. Who is going to take care of them? You know, no, I am very worried, and I wish this to end very fast. You know, and I think I am not strategist. I have no idea about the politics of Middle East as much as somebody that left. You know, I left 15 years ago, 16 years ago, but what I can give extra is maybe to help with debunking some of the propagandas that are going on. You know, one of the most powerful that the pro-Palestine movement has done out of a lot of education, they have managed to create a system that constantly debunks every propaganda that was coming out of Israel. Like, what is anti-Semitism? Is it anti-Semitic to talk about genocide, you know, to say this is a genocide, and it's the same. Do you think it's is it Islamophobic to burn mosques, you know? Is it? That's a very interesting question, because these are the things that the Islamic regime is hiding behind, you know, and these are the things that is polarizing the reality even more. Imagine that a cross is a holy object, right? I mean, nobody disrespects the cross. Maybe you don't believe in it. But imagine your neighbor country is stabbing for 50 years people with that cross. Will that cross anymore be a holy thing? Objects don't have meanings. We add meanings to them. And when something like Quran, they hold the Quran and they rape virgin protesters because they believe a virgin goes to heaven after their death. So they rape them under the law, and then they execute them to make sure they don't go to heaven. And they hold a Quran while they're doing it. So that object is no longer a holy thing. And burning that is protecting the holiness of something that so many people in the world believe in. So what Islamic regime is doing is actually feeding Islamophobia. And when people are fighting for a secular government that separates religion from governance, that's actually helping Muslims. And I really want to send this message. I want people to understand that Iranians are not Zionists. Iranians have nothing to do against other peoples, you know. They are fighting for the same thing. And I think sometimes we have to just like erase all of these words and create a new type of language when we talk about human rights. Anahita segir mjög áhugavert. Hún talar það sem að kannski írönskum stjórnvöldum hefur tekist svo litið vel er að eins og ísraelskum stjórnvöldum er að búa til einhvers konar stigma í kringum trúarleg tákn á meðan þau misnota þessi sömu tákn til þess að brjóta sínu eigin fólki og fólkinu í kring. Og hún talar moskurnar og kóranin í þessu samhengi að þeir noti að haldi í kóranin á meðan þeir mistyrmi ungum hreinum meyjum og hérna myrði þær svo þær komist ekki til himna. Þetta sé svona, og þegar einhver brennir þennan sama kóran, þá er hann ekki íslamofób, heldur er hann í andspyrnu við þá sem að nota trúna. Og hún segir að fólkið í Íran eru þetta að berjast fyrir því og sama og fólk allstaðar. Það er bara frelsi til athafna og gjörða og bara mannleg reist. Eru þið ekki svona sammála þessu? Eða sjáu þið eitthvað svona hafið eitthvað aðra sýn kannski á þetta? Ég veit að þú ert átt vin í Íran. Nei, menna, já, þetta er alveg rétt sem er sagt og kannski svona þetta sem maður hefur oft reynt að svona miðla líka til fólks náttúrulega er þetta að þú veist, það er náttúrulega rosalega flókið
þegar stjórnvöld fela sig í raun á bakvið trú og að hvaða áhrif hefur það á þá sem eru í alvörunni trúaðir en trúa ekki á það sem að stjórnvöld er að gera sko. Þú veist að það er náttúrulega býr til rosalega erfiða stöðu náttúrulega fyrir fólk sko og er kannski verður ennþá svona skrýtnara fyrir okkur að skilja hér til dæmis sem að það kemur þess að trú ekki að vel og allt þetta sko en ég held að þetta sé alveg beint í mark sko sem að hún er að segja hérna það og Annað sem hún talar Anna Hilda talar að það sé svona þessi polarisering hún hafi kannski líka svolítið skoti rótum í Palestínhreyfinguna að það verði sko ákveðin svona polarisering einmitt þar innan hóps líka einfaldlega vegna þess að það er svo ríkt í þeim og okkur sem að tilheyra þeirri hreyfingu að venda múslima og gegn öllu því múslimahatri sem fyrir að finna í veröldinni en kannski þegar uppsprettan af þessu múslimahatri er að mörguleiti í íranska klerkastjórnin þá erum við komið svolítið svona skrýtna stöðu. Það er náttúrulega í raun og veru þú veist það sem að heitir kannski politikal islam þú veist það sem að feðraveldi er algjörlega búin að hreiðra sig í trúnni. Þetta eru fyrst og fremst kallar sem með ákveðin skilning á trúnni og nota hana meðal annars til að réttlæta sín völd og öll þau mannréttindabrot sem eru sem að konur og almenningu verður fyrir. Og þetta er náttúrulega, ég meina við erum með klerkastjórnin í Íran, við vorum með ISIS og Daesh og Hamas eru kannski ekki verstir af þeim, en þeir hafa í raun og veru náttúrulega sama svona ákveðin trúarlegan skilning sem að er mjög kallægur og í raun og veru gerir það verkum einmitt að þessi islamafóbía verður til og það er mjög áhugavert að það eru einmitt konur í löndum þar sem að meiri hluti íbúana eru múslimar sem eru að reyna að berjast nákvæmlega gegn þessu eins og samtök sem voru stofnuð 2007 sem heita Músáa sem þýðir jafnrétti og þetta eru allt í senn konur sem eru múslimar fræðikonur, aðgerðasinnar og það eru að reyna að koma í raun og veru bara með annan skilning sem að fer heim og saman með mannréttindum, kvenréttindum og jafnrétti og það líta til í raun og veru svona meginreglina jafnrétti og réttlæti og þvílíkt en það eru líka að skoða rit eftir höfunda sem er svona eins og þeirra John Stuart Mill sem skrifaði bókina Frelsi og kúgun kvenna það því að í Miðausturlöndum er líka til svona fræðimenn sem hafa farið upp á móti valdinu en það hafi náttúrulega vanlega ekki farið vel fyrir þeim þegar það var rekna úr stöðu sínum og svona. Þannig að þetta er náttúrulega auðvitað vandamálið að þetta er algjör feðraveldi í sjálfu sér hefur bara nota líka trúna akkurat til þess að kúa fólk. Við sáum þetta í Bandaríkjunum, við sáum þetta í Mið-Suður-Ameríku með kaþólskirkjuna og það sem þá kom til söguna frelsisguðfræði prestar út á landi sem að bara fóru að setja spurningamerki við það hvernig í ósköpunum kirkjan gæti í raun og veru réttlætt allt sem þessi einræðisherrar eins og Pinochets voru að fremja á sín megi fólki og náttúrulega Vesturlöndum hefur þetta meira verið kvenna guðfræðin eða svona feminist theology og þannig að þetta er svona í stóramáli en samt í Palestínu þá er auðvitað alltaf tilhneiging þegar að þjóð eins og palestínumenn eru að berjast fyrir sínu fullveldi og verða losnendur og ekki hernámsins að allt sem að stuðnismenn gera, hvort sem það eru Hizbollah eða Hútar eða íranska klerkastjórnin sé réttlætt út af því að tilgangurinn svona einhvern veginn helga meðalið og þú veist það að
og auðvitað eins og Íran var í raun og veru fyrsta ríki sem viðurkenndi Ísrael á sínum tíma sem fullvalda ríki en síðan fóru þeir að styðja við baráttu frelsishreyfingar Palestínumanna og í raun og veru þegar að fullveldi Palestínu kemur svo til sögunar og frelsishreyfing þeir lýsi við fullveldi Palestínu hann 88 þá ákveði frelsishreyfing Palestínumanna að leggja niður vopnaða baráttu og reyna að vinna að því með friðsælum hætti að koma á ríki Palestínu en þá kemur Hamas til sögunar og aftur með þessa hugmyndafræði þetta ríki eigi sér ekki tilvestarétt og það eigi eftir að berjast gegn því með öllum tiltækum ráðum. Þannig að jú, það er alltaf ákveðin tilhneiging ef það er einhver stuðnismaður Palestínumanna að það sé horft í gegnum fingur sér með það hvað þessi ríki er að valda jafnvel miklum skaða með það sem að þau eru að styðja að í raun og veru svona hálfgerð staðgengla stríð og reyna að hafa svona áhrif á svæðinu með meðal annars að flytja vopn. Þetta er svona dygðarskreiting í rauninni. Já, á vissan hátt sko. Á vissan hátt. I also know. Yeah. Did you understand? Yeah, we're still talking about the tendency of the Palestinian movement to maybe see the things that the Iranian government do as not that bad because they have been supporters and of Palestine and Palestinian freedom. And Magni was also speaking about the women's movement and the religious movements and how the religion is used to sort of hijacked by the patriarchy, basically to both justify their own power, but also the violations against, the general public and not least women, the subjugation of women. And I was talking about this kind of a movement, Musawa, in Indonesia, which was established in 2007. And they're all Muslim women, they are academics and activists, and they are actually coming up with more of an alternative understanding on the basis of the principles of the religion about equality and justice, and where they are reconciling their own religion with the notion of human rights, women's rights, and gender equality. Because otherwise they are saying, how can we believe in God who treats us like secondary citizens? We're never good enough for God, and so forth. So, and unfortunately, I was just mentioning the regime in Iraq and also other movements that are so-called political Islamic movement who really totally destroyed, and kind of generated this anti-Islamophobia and so forth. The way they abuse the religion, Yeah, exactly. Yeah. Like the same way that we are saying that what actually Netanyahu is doing is anti-Semitic. Exactly. It's destroying the face of Jewish people. It's destroying the whole right of Jewish people to practice freely what they believe in. It's the same way. It's the same. You cannot punish people with a certain religion. And I think I have always been of the opinion, or for a very long time, the problem is not the religion per se, it's the fundamentalists, Exactly. and it's the patriarchal, notion and understanding of the religion and how it's used to oppress people. And then you have movements that come and try to liberate their own religion from those, like the liberation theology in Latin America, feminist theology, where women are trying to kind of, take off the chain of this religion that is holding them back and treating them like complete secondary citizen. So, this is, a little bit what we were discussing. Yeah. And I also think that, I don't know if you're recording this one, and I also think that so many people are telling me that, oh my God, but this is so confusing, and I rather not say anything about Iran, And I think that it is not complicated. The same way that we said this is a genocide and it's not complicated. Why do you say it's complicated to not, to stand against Israel? It is not complicated that you have to protect
people against theocracy. You have to protect people against any kind of ideology that is using that type of ideology to justify their atrocities. Just fix your moral compass. That should be your moral compass, and then nothing is complicated. It is not hard to just say what's happening in Israel is a genocide. I do not accept the violence, even the one that happened on the 7th of October, that gave enough excuse to Israel to start this genocide. And I do not want something that Palestinian activists are now saying. We do not want support from a regime that is killing its own people. I think this is such a powerful movement. People standing by people against any form of theocracy and autocracy. I think that is the way out for everyone. Yeah, it's just about humanity and people's rights. I agree. Yeah. Definitely agree. En þú, Kjartan Orri, verstu sammála þessu? Já, ekki spurning og mér fannst kannski svona ég tók eftir ég talaði fjölmiðlum daginn sem að postaði svo á Facebook einhverju sem ég sagði og fyrirsögnin var íslamska lýðveldið menn berjast til síðasta blóðdropa eitthvað svoleiðis og það voru svona 30 komment hvað ég var nú heimskur að kalla þetta lýðveldi náttúrulega og þetta er náttúrulega bara opinbert heiti landsins íslenska lýðveldi og kannski fínt að setja það upp líka sem sko þú veist það er Íran og Íran er að svo erfið með íslamska lýðveldi sem er náttúrulega bara stjórnarfarið og stjórnvöld og allt þetta sko og mér fannst þetta samt þú veist það voru svo nálægt sko af því að það kom sko þetta er alls ekkert lýðveldi þetta eru bara einhverjir fokkin íslamistar eða eitthvað, þú veist hvað sem þessi komment voru en einhvern veginn var fólk ekki alveg að þú veist, þetta er náttúrulega hvorugt eða þú veist, þetta er náttúrulega búið að stela báðum konseptum sem er lýðveldisstimpillinn og íslamstimpillinn í raun og í stelunum til þess að búa til þetta stjórnarfar og þetta land þú veist eins og því stjórnað sko án þess að svona fylgja í raun einhverju sem að þú veist aðrir myndu kannski kalla rétta tegund af lýðveldi eða sanngjarna tegund af lýðveldi og kannski einhverju sem eru náttúrulega mjög á móti því hvernig sko íslamska lýðveldi ætlaði að fara að segja stjórnvöld þar nýta sér íslam sko þannig að það er vont sem það er en auðvitað er við þar og það er bara búið að svolítið stela þessum tömur hugmyndum og tróði þannig saman í eitthvað stjórnarfar og svo ráðum við náttúrulega ekkert endilega við að greina þannig við þykist þetta hvað lýðveldi er og vitum að þetta er ekki það en kannski erum ekki nóg mikið inn í því að það er bara margir sem hafa kritiserað náttúrulega írönsk stjórnvöld fyrir að gera alls konar hluti sem eru mjög anti-íslam í raun eins og við vorum að fara yfir hérna áðan sko. En svo líka eins og þú myndist á áðan í sambandi við að þetta kemur náttúrulega dálítið til sögunar upprjónlega sem andspyrna gegn nýlendustefnunni og gegn svona öllu sem var tengd við Vesturlöndin sem var bara auðvitað að þarna var fyrst Ottomanveldi síðan breska heimsveldið og svo verða öll þessi ríki sjálfstæð með ákveðin landamæri en þetta er náttúrulega bara svona einhverjir samningar sem eru gerðir seinni heimsstyrjöldina og því líkt. Og þá verður þetta byrjar einhvern veginn sem þessi andspyrna að taka aftur til sín eigin völd og bara vera með sín eigin trú og sín eigin siði og eigin menningu en svo náttúrulega þróast þetta út í þetta kúnatæki sem á endanum náttúrulega, og sem að réttlætir alls konar ofbeldi og hernað og viðbjóð sko. Magna, þú sem alþjóða stjórnmálafræðingur, hvernig sérðu fyrir því framhaldið? Því að nú erum við heyrum að Frakkar eru farnir að ytta kjarnaóttana og sko komnir í stellingar þeir eru í að tala um
virkja minnstakosti 200 í viðbót við þann flota sem nú þegar svona komin í skotgrafinnar. Svo það þetta sem ég talaði með Kýpur, ef að af verður og Kýpur verður einhvern veginn undir eða verður fyrir árás. Hvað gerist hérna bara í Evrópu ef að þetta fer svona sullast yfir? Og svona stigmagnast. Já. Já, það náttúrulega spurning. Ég var nú bara að lesa það að einn stærsta herstöð Bandaríkjamanna í Katar og það eru 13.000 hermenn og þetta í rauninu verið stjórnstöðin, það sem stjórn á öllum hernaðaraðgerðum, öllum Miðausturlöndum, öllum Árásum og Jemen og Austur-Asíu og Austur-Afríku, risastórt dæmi og Íranar sé búin að í rauninu verið umkringja herstöðina með eldflaugum, 340 eldflaugum sem allar miða á hana. Og þeir náttúrulega gerðu svona skyndiárásum daginn, þeir voru með gámaskip og opnuðu svo bara þakja á einum gámnum og það fóru upp drónar sem að gerðu árás á reyndi að gera árás á flugmáskipi, þarna stærsta flugmáskipi sem þeir eru með þarna Bandaríkjamenn og svona. Þannig að þú veist að það er alveg augljóst að þeir hafa alveg getuna til þess að valda rosalega miklu skaða en það er náttúrulega hins vegar hernaður í dag orðin svo ótrúlega fáaður. Það er svo ótrúlega merkilegt allar þessar eldvarnavarnir og eldflaugavarnir og þvílíkt. Þannig að hingað til þá hafa þau geta varist öllum þessum árásum eins og líka bara í Kúveit og svo framvegis. Og þannig að það er náttúrulega hluti af því að koma í veg fyrir að verði stigmögnun út af það eru ótrúlega varnir. Skjóta niður sína eigin flugvélar með þessum vörnum þannig að þetta er svo ótrúlega tens þetta er svo tens, já. Kúveit flugvélar sem voru skotnar niður af eldflaugavarnirkerfinu já, nákvæmlega. Þannig að það er akkurat svona þetta líka veldur ofboðslega mikill reiði í Bandaríkjunum. Að fjölskyldur bandarískra hermanna sem allt í einu farin að fylgjast með þeim falla í valinn fyrir eitthvað stríð sem þeir eiga ekkert í. Einmitt. Þannig að mér finnst nú líklegast við sambandi við ESB að þeir standi ekki svona til hliðan eins og þeir hafi gert, heldur fari reyna þá frekar að hafa einhver áhrif í þá veru að reyna þá að koma í veg fyrir frekari hernað. En svo er þetta líka bara spurningum Rússland og Kína, hvað gera þeir? Ég meina, við vorum að ræða það fram með áðan að Rússar hefðu komið svona þarna þegar var 12. stríðið þarna í júlí og svona þeir hefðu í raun og veru náð einhver samkála við Bandaríkin og þeir stöðuðu þetta en þeir hafa ekkert gert akkurat núna virðist vera og ekkert komið neitt gripið til neitt ráðstafana til þess að annarkost að stöðuðu þetta eða reyna, en maður veit það ekki, það er bara alltaf þannig í öllum stríðum, það er alls konar gerst á baki tjöldi sem maður hefur ekki hugmyndum og vanalega þá er þetta alltaf mikið svona titt for tatt og svo stoppar þetta á einhverjum tímapunkti út að enginn hefur hagsmuna því að það fari allt í bál og brand og Íranir hingað til, þeir hafa náttúrulega verið mjög varkárir, þeir hafa ekki átt frumkvæði að árásum fyrir utan það að vopna sjá til þess að þeirra bandamenn séu, en þeir hafa ekki sjálfur verið árásið, en þeir svara alltaf fyrir sig, en þeir hafa alltaf svara fyrir sig upp á vissu marki og svo dreigið tilbaka og þá hefur eitthvað samtal komið. Þannig að ég geri... Nú verður þetta samt vera svolítið öðruvísi með hvernig þeir eru að svara, þetta er náttúrulega miklu svona óreiðukendara og harkalegra og út allt og þannig þú veist, það er búið að ganga náttúrulega rosalega langt þegar þú er búin að líka sprengja upp að þetta leiðtogann, saman hann var, held betur. Svona höfuð stjórnkerfisins. Akkurat, og líka út þessum yfirlýsingum að þeirra sé að styðja stjórnarskipti, nú skuli fólki bara rísa á fætur og steypa stjórnina af og koma á einhvers svona lýðræði. Þannig að samningagrundvöllur ekkert endilega vera en stoppa þeir ekki þarna, nú er komin frá og svona aðstu félagar hans í ríkisstjórninni
eða svona helstu, þó að nokkuð margir séu eftir. Þeir þurfa náttúrulega formulega að láta af völdum og þeir þurfa að vera tilbúni til þess að segja það sem að fólk vill að þeir segi, að það verði gerð þá ný stjórnarskrá og það verði kosningar og það verði komið á einhvers konar lýðræðslegu stjórnarfæri. Það náttúrulega það sem að, þú veist, að er ætlast til að þeir geri. En það nú kannski ekki endilega það sem að Bandaríkin ætlast beint til eða sé neitt svona rauð lína fyrir þá í raun. En ég meina, já, en upp á breytingar sko. Þegar við erum alltaf líka alveg búin að sjá bara eitthvað svona hvenær ætlar Trump að skrifa á Truth Social að hafa unnið þetta stríð, og fara svo útskýra það eitthvað svona eftir á, bara jú, ég vann vegna þess að ég var að reyna þetta og það tókst og ég náði því og hinn með að bara, þú veist, þetta sem út frís og allt það sem hann dættur í að segja, sko. Þannig að mér finnst þetta svona eitthvað. Já, en eins og segi, það er náttúrulega allir búin að benda á það. Það virðist enginn átt að segja á því hvað plan er þarna, hvað er að gerast og og ég meina eins og maður hefur náttúrulega fylgst með eins og Netanyahu, þá það gengur bara allt út á að vinna óvinnin með hernaði og þarna þá með stuðningi Bandaríkja og þetta er ekkit endilega eitthvað sem virkar mjög skynsalegt í raun og veru. Þú veist, þú talaði the greater Ísrael í þessu samhengi. Já, og ef þú horfir til lengri tíma og þú horfir á hvað hefur gerst í öðrum stöðum eins og Írak og Afganistan, þar sem að nákvæmlega sömu hlutir hafa gerst undir svona svipum formerkjum. Og mér finnst það kannski að því að nefna ISB svona að sjá, þú veist, viðbrögðin þar líka, þetta var hann að hvað var ekki Bretar, Frakkar og Þjóðverjar sem voru hana með sameiginlegar yfirlýsingar sem voru frekar árásarkjarnar í raun, sko. Já, þeir byrjuðu raun á að fordæma innrásina, en svo einhvern veginn svona alveg fljótur að fordæma Íran, náttúrulega, og svo snar snýrst þeir einmitt, sko, og maður sá það bara á nokkru klukkustundum var þeir farnir eiginlega úr einu í annar. Það verðist svolítið vera að takast það, sko, að fá þá einhvern veginn með í lið, sko, og svo er það sem maður er að spá í líka með öll þessi persaflóaríki líka, sko, hvað þau sitja þarna, sko, af því að þau þurfa einhvern veginn að fara að velja sér línu líka, þú veist, ég tala ekki að vera í þessu svona ótrúlega háu spennu og það var hann eitthvað, það var ekki einhver svona skíaglúfur sem var íbúðahús sem verður fyrir einhverju braki og einhverjum dróna sem var að skjóta niður hann í Bahrein eða eitthvað líka. Og þannig að við erum að tala um að það eru alls konar svona mál sem er að koma upp sem að, þú veist, og þá fara hlutir að stað. Já, manni sýnist þá líka svolítið að þá er Íran orðið svolítið svona með bakið fyrir vegg, sko, og það er bara, þú veist, við vitum það svolítið að þú veist, íslamska lýðveldið er í ákveðinu dauðastríði hérna sem að það ætlar ekki að gefa sig. Nei. Og það er ekki að fara að gera það. Einmitt. Og það er þessuna sem maður svona þurfum að reyna að sjá einhverja lógík í þessu, af hverju farið af stað með þetta, hvert er endgame hérna, hvað kostar þetta? Og það er akkurat það sem að einhvern veginn virðist vita og líka það, sko, þegar líka stríð eru farin að stað, þá fer stríði á stjórnarlið, þú stjórnar ekki stríðinu, það fer svo ótrúlega margt í gang sem að er bara einhvern veginn ekki hægt að stjórna, hóparnir sem vopnast. Við erum að tala um stjórnvöld sem eru nýbúin að myrða eigin borgara í massavís, sko. Já. Þannig að það er ekkert sem bendir til þess að þetta verði einhvers konar walk in the park eða hvað frasaður eru sem alltaf að fara að draga upp hérna kaninn, sko. Já. And we're talking about like what's the end game here? What's the end game for the Iranian government? And we are just sort of talking about options. Are you optimistic that the Iranian government will at hopefully next days back off and maybe give the power, make election or do whatever is asked of them by the people in Iran, or will this continue? Because will this be like a war of, I don't know, pride between the US and Iran or something like that? Wow, I would love to know what was your idea. What were you saying? No, we were kind of talking about this. I think like we were talking about this maybe from the American perspective in a way that
you know, trying to figure out what the end game was for them. And I mean, we were talking about like the Iranian regime that is, I mean, like you were saying before, they're just done with killing thousands of their own citizens, you know, and this is kind of their, I don't Not know. gonna give in. I mean, Yeah, they don't have because, any yeah. options. I mean, they have Yeah. to fight till Internally and externally somehow. yeah, I mean, I don't see where they will give up and say, okay, we'll back off and you know, we can have a peaceful transition and stuff like that. So I don't think this will be an easy war where you can take out like one head of government and hope that you know, it will collapse. I don't think that can happen at all, and I don't think the I was also saying in the past the tendency have of course been used in the proxies, which are now really like marginalized and weak, and when they were attacked previously, they answer always, but they then always come to some kind of a, you know, stop at the same time. But now it seems to be more like escalating, you know, at least these counterattacks on all the military bases and Cyprus. And, but it feels and like then, they're cornered in a way, and they're the gonna line. and fight then it's like everything they when got. the war you know? have started, you don't control it, the war controls you. This is what we were also saying, you know, there are all kinds of unpredictable things that start to happen that you have no control over. Well, for Iranians, all of Iranians, I mean, other than the ones that are profiting from the regime, for us, the end of this war would be the regime change. That is, we've lost so much blood that we cannot survive with these people anymore. But the thing is that Iran is not democracy. You know, their legitimacy and their power is not coming from taxpayers' money or legitimacy of the people at all. They have elites. They have their ghost fleets. You know, like they have their underground business that sanctions, like exactly the opposite of what people think, that the sanctions are the reason that Iranians are rising. It made the monopoly for them. It made the regime even more powerful, you know. So this regime will go when the elite fear and they stop being loyal to them. And I think that is the idea of keep pressuring that they just stop protecting the system, and they start thinking about their own survival in some sort of a new world, or run away and go somewhere else, you know. I think the regime is at its weakest, and I hope that this is the end of this regime, because there is what I want, an ideal situation, which I think none of them is valid right now. We're talking about a natural end of a very oppressive regime. This is the end for them. There is no cooperation whatsoever inside of the government, you know, inside of the people. They cannot live with them anymore. And the proxies are also cornered, you know, like Lebanon. The president said, like, okay, we don't want Hezbollah to get into this fight. So I think this could really be the last breaths that this regime is taking. So much of it also depends. I mean, the reason that often, like other countries, do not agree with a sudden change in a country, especially a country like Iran, in this such a geopolitical kind of point, is then instability that it brings to the region. You know, they want to know what is the alternative, and will the alternative kind of guarantee the energy that is being like produced from that area, you know, the path of, you know, the shipping routes and stuff. And somehow Iranians, majority of them, accepted that yes, if we can get rid of this regime, then we can agree
on a new regime with this, transition area, transition time by this prince, the son of the new Shah, the old Shah. I think the real question is that, do Israel and America see this alternative, a good alternative for them? Does Russia see their neighboring country be with this new regime? I've heard so many times that Israel and also Trump are announcing that we can weaken them. The rest depends on the people to go on the street and decide what they want to do. And I know the most dangerous point for Iranians at this point is this vacuum that will be the vacuum of power that will be happening right after this regime falls. Yeah. And it seems like the prince has a good plan to kind of cover that. It does scare me what kind of agreements has happened behind the scenes, that really scares. I am worried what is the price that Iranians have to pay after this. What I'm not sure is what's going to come next, but what I am sure is for Iranians, there is no way to go back. There's only forward, and we have to just be hopeful that forward will be better. And Iranians are very kind, peaceful people. Anybody that has travels to Iran, they know that. If they have a second chance of rebuilding their country, that is the best chance of having peace in Middle East, not with the Islamic regime being in power. And I know it's so hard to think that if two people are fighting, especially if a country or now two bloodthirsty country attacking the third one, we tend to sympathize with the third one. Yeah. And I think the hardest thing is to imagine 3 black dots are fighting each other. And maybe the way is not to jump and defend one against the other one. Maybe just what we can do is to completely being honest about the truth that is on the table and realize how we can support people. When we constantly talk against one of these sides of the fight, it tends to give more power to the other one. Just be honest. These are 3 bloodthirsty genocidal entities that are right now fighting in that region. I think everybody should be happy that at least one of them is now weak, but we have to be aware that what is the profit of these 2 other entities that are there, and how can we protect people so their revolution is not hijacked by Israel and America. That's a really good point. Anita talar svona mikilvægi þess að átta sig á því að þarna sé ekkert kannski eitt svona eiginlegt fórnarlamb, þarna sé í rauninni 3 mjög vond valdamikil lönd að takast á. Og þá sé mikil einföldun að ætla einhvern veginn að halda með þessu einu sem verið að ráðast inn í núna, því að von Írana auðvitað svo að losna við núverandi stjórnvöld. Hún talar áhyggjurnar af því sem kemur næst, sem svolítið sem við ræddum hér við Kjartan Orri í síðustu viku. Það engin svona skýr valkostur í rauninni. Það þessi prins sem hefur verið búsettur í Bandaríkjunum með einhvern tíma, og eins og Anita bendir á, þá veit hún í svo sem ekkert hvað, þó að það hljómi vel sem hann segir, svona til þess að brúa þetta bil þangað til að íranska þjóðin nær einhvern veginn að jafna sig og koma á svona lýðræðislegum ferlum í sínu landi. Þá veit hún ekkert hvað og hvað hann hefur verið að semja svona bak við tjöldin, og þetta svona gerir stöðuna ennþá erfiðari. En það sem að íranska þjóðin þurfi núna kannski fyrst og fremst bara svona skilningur og stuðningur. Að þetta þeirra barátta, og það að þeirra ósk að nú eru þessir vondu valdhafar á leiðinni vonandi frá. En þó að það sé með þessum hætti, þá dugi lítið að fordæma fólkið í landinu. Þetta svona í stuttu máli. Vel gert.
og þið það eitt sem að mér þykir svo áhugavert og ég veit að það eru mótmæli á morgun við utanríkisráðuneytið og það tengist þessu en samt svona kannski Íslandi fyrst og fremst en það eru sko að íslenska, bara Ísland og herstöðarnar séu nýttar undir hernað af þessu tagi, innrásar hernað því að við getum öll verið sammála það þó að það séu svona ljósir punktar í að núverandi stjórnvöld í Íran fari frá þá þetta ólöglegt stríð. Þetta ólöglegt innrásar stríð. Það má ekkert land ráðast inn í annað land með þessum hætti og við erum hér með risastóra herstöð. Spurningi sem hefur ekki verið svarað hreinlega verið að nota Ísland í hernaðarlegum tilgangi í þessu ólöglega innrásarstríði og hvaða þýðingu hefur það. Ég hef sendt fyrirspurn á utanríkisráðuneytið, ég hef ekki fengið svar. Þessu hefur ekki verið svarað af utanríkisráðherra í neinu viðtali. Sjáu þið fyrir ykkur þetta ekki svo? Þetta ekki rétt skilja mér að öllum líkindum verið að nota hér Ísland í þessum tilgangi? Þetta hefur náttúrulega komið upp áður eins og með Atlantaflugið sem var að flytja þarna, var involverað í flutninga þarna til, var það ekki Sádi-Arabíu? Eða sem að Jú, það var fangaflugin og Guantanamo og þvílíkt og það sem ég finnst náttúrulega eiginlega bara vanda á Íslandi bara svona skýr stefna sem að gegnsæ þú veist hvað fari í gegnum lofthelgina í tengslu við flugstöðuna og það sama má náttúrulega líka bara segja Ísland sem herlis og þjóð þó við séum með hana varnarsamning við Bandaríkin að selja vopn til annara þjóða þó að það sé tali að þetta sé, við sem að gera til þess að styðja eins og Úkraínu og þetta sé það sem þau vilji, þá þetta alveg spurning þetta og mér finnst einhvern veginn valdhafar seilast rosalega langt á Íslandi þegar þeir ákveða þetta bara svona upp á sitt einstæmi án þess að liggja til grundvallar nokkur stefna sem skýr og ég geti auðvitað ekkert svarað þessari spurningu fyrir einhverjum aðrir hvort að það sé verið að flytja vopn þú veist fyrir Bandaríkin eða bensínstopp eða eitthvað sko. En ég meina, en við vorum bara að horfa náttúrulega bara til okkar til landfræðilega stöðu Íslands og draga ályktanir því þannig að og líka það sem var var náttúrulega breyting á þessum varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna þegar að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra og það kom öllum rosalega mikið opna skjöldu en það í raun og veru var breytt ákvæðum þar sem að segir að bandaríkisstjórnvöld geti notað aðstöðuna í Íslandi með hvaða hætti sem þeim þóknast og raun og veru alveg tekið frá íslensku stjórnvöldum að setja einhver skilyrði fyrir því hvernig aðstæðan notuð. Þannig að núna þetta galopið og þetta var bara gerst af utanríkisráðuneytinu og bandarískum stjórnvöldum fór ekkert í gegnum utanríkismálanefnd eða nein umræði Alþingi eða neitt slíkt og mér finnst það fyrst þú nefnir þetta þá finnst mér þetta bara svona almennt sem meginregla að það eigi að ekki ákveða svona hluti með þessum hætti. Þetta er mjög ólýðræðislegt og mjög ógærsætt allt saman. Já. Og í rauninni, getum við lítið sagt ef saman hvort að þetta stríði eða eitthvað annað. Já. Við erum þáttakendur í stríði og meðan við erum með allavega þennan herafla hér sem annarkvort sendir út eða sækir hergögn hér eða flýgur föngum með hvernig sem það og það mun hafa afleiðingar fyrir okkur á einhverjum tímapunkti sögunar ef að þetta verður bara látið vera. Já. Ég held að það sé ljóst, en það eru mótmæli fyrir utanríkisráðuneytið á morgun klukkan 4. Þar sem að, þessu meðal annars verður mótmælt og þessu andvara á afstöðuleysi íslenskra stjórnvalda þegar kemur að alþjóðamálum eða þessum hernaðarmálum. Við fylgjumst. En ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma og spjalla hérna við mig. Takk fyrir boðið. Og takk fyrir og það eru hér aðeins meira eftir auglýsingar. Takk. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir,
alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.